Ég get prófað hann algjörlega fyrir utan og að því ég er með extension punkt inn í applicationinu minni þá get ég bara húkað þessu inn og ég kom með plus aðgerð sem aldrei var raunverulega í upphafi í reiknivélinu minni. Svo fæ ég mínus aðgerð, svo fæ ég allar þessar reikna aðgerð sem þarf. Þannig að þetta er svona fyrir .NET þá er þetta mjög snjallt og það er mjög gott að prófa allavega eitt verkefni í þessu. Dynamic Language Runtime, þetta er eitthvað sem að allir sem hafa einhvern tímann eitthvað skrifað á móti COM vilja nota. Skrifa á móti COM er ekki droslega gaman, sérstaklega móti Windows, móti Office. Þannig að þetta er náttúrulega alveg snilt að þú getur þetta er ekki þetta statiska. Og líka annað að gefa okkur það að þú vilt geta keyrt aðgerðir í IronPython sem þú ert búin að útfæra. Eða þú getur gert svo rosalega margt með þessu af því að þú ert ekkert mikið að spá í þessu nákvæmlega fyrir en þú framkvæmir og að keyra þetta. Það eru tvenns konar útgáfur af OData. OData staðalinn þekki hann ekki eitthvað pínleiti. OData byggir einfallega því að þetta er svona hverjagögnin og þú færð það svona eins og Atom tilbaka. Þetta er svona koncept. OData er open source staðall sem margir að vera útfæra. Bæði þetta er útfært í Java, í .NET og þeir hafa portuð þessu yfir í tvenns konar lagi. Þannig að þú ert með fullan stuðning fyrir client side en ekki fyrir server side. Það vantar aðeins upp á það. Og það er svona maður saknar þeirra aðgerð sem maður vantar ekki droslega mikið. En náttúrulega Parallel framework er komið í P-Link sem er náttúrulega rosalega miklu máli þannig að það hefur aðeins komið inn en það sem kannski ég var pínu hissa mig á það er að þegar menn útfærðu raunverulega CSAP 5 async reportið þá tóku þeir annars vegar async base library alveg yfir tóku MSC4 að hluta, það vantar að segja á það og það sem vantar upp á það sem er ekki inn í þessu það er async pipeline sem kemur. Hafið þið eitthvað notað Nancy eða svoleiðis í .NET? Það sem þegar þú ert að skrifa vefinn þá skrifar það í hlutum og einu sem gerir þú bara raður upp pipelineinu hvernig þú framkvæmir hlutin. Þannig að þú getur hent inn á pipeline, getur hent inn authentication, þú getur hent allavega hlutum inn og svo getur bara möndla með pipeline þegar þú ert að vinna þetta. Þannig að fyrir ykkur sem skrifa vef í MSC prófa að skoða Nancy, Ninject og svona hluti. Þetta er mjög snjallt og hjálpa manni alveg þvílíkt mikið. Já, við mótsfortin í Mono. Þú hefur nokkra möguleika og það er alltaf WinForms sem er svona tildurlega segubett. Það er GTK Milla sem er alltaf útfærslan sem er alltaf C# GT Plus og svo ertu með svona hluti inn í Mono Mac og ég svona hendi inn iOS og Android inn. Það er ekki beint partur af Mono. Það er ekki þannig. Ég svona hendi inn svona til þess að við opnum meira inn á það þegar menn fara að fókusera á þessar plattforma. Og það er kannski ástæða fyrir að þú vildi skrifa í Mono eða fókusera eitthvað Mono. Það er út af þessu að þú vilt fókusera með sama kóðana þínum á til dæmis Windows síma, Android síma, iOS síma og guðma hvað kemur í framtíðinni. Ég erum ekkert örugglega búin að sjá allt sem kemur. Og einnig síðan Moonlight eða Silverlight. Það ganga alltaf svona sögur á netinu reglulega það að Silverlight er að deyja og svo deyr það ekki. Og svo kemur svo að segja aftur og svo deyr það ekki. Þannig að ég einhvern veginn held að það sé ekkert endilega að fara að deyja neitt á næstunni. Þannig að það virðist vera stuðningur við þetta áfram. En fyrir þá sem að vilja nota svona þetta eitthvað annað heldur en Flash þá er þetta alveg möguleiki og þá er þetta með þessi Moonlight sem þú myndir skoða. Ok, hvað síðan færðu meira út úr þessum pakka? Hvað með gagnagrunna? Getum við tengst við alla gagnagrunna sem þú dettur í hug? Já. Það er alveg hægt og ég varð að setja því inn C-Space bara hver notar C-Space í dag? Ekki ég. Gerði það einhvern fyrir löngu síðan. En það alveg virkar. Og náttúrulega þessi helstu grunnar eins og SQLite eiginlega ekki grunnur. Allt í lagi. En náttúrulega SQL Server, Oracle og PostgreSQL.
Það sem þú færði með Mono sem sem þú reyndar færði ekki á Windows þessi skilin sem þú færð. Og ef við skoðum þetta aðeins þá getur þú bara einfallega eins og í Python opna skil og skrifa þinn C# kóða. Þannig að skrifa ég bara ótrúlega vitlausan kóða sem ég gerir ekkert að viti. Annað en að skrifa út halló til þessa og síðan tvöfald for loopa sem að gera eitthvað sem skiptir einhverjum máli. Þetta er bara til sýningu hvernig skilið funkar. Það reiknar saman einhverja tölur. Þannig þetta er svona aðeins til sýningu. Þú hefur alla möguleika í heiminum til þess að gera það sem þú vilt. Og svo er alltaf spurningi þetta, sko. Þetta er spurning að bara opna aðeins hugan fyrir nýjum möguleikum. Spá aðeins í hvað þetta gerir í þessu. Vegna þess að maður þarf ekki endilega að stoppa. Maður getur alltaf haldið áfram að læra og bætt við sig. Þetta er mjög áhuga spekka. Og bara eins og með þegar maður skoðar notkun á stýrikerfum í dag, þá er ekkert alveg endilega safe bet næstu 20 árin að vera Windows-forritari. Það er ekkert slæmt, það er mjög gott. Og til dæmis eins og það sem ég er að gera er dálítið mikið þjónustur. Og þeim megin þar vill maður eiga option á því að geta svara því getur þú kert kóðan í Mono, getur virkað á Mono. Og það sem við höfum verið að gera, það gerir það, já. Það keyrir á Mono. Og það er svona dálítið svona mikilvægt til framtíðar að maður viti hversu portable kóðum maður sér. Fyrir desktopið náttúrulega getur skrifað þau upp sem þú vilt. Og það fyrsta sem maður sér við þetta app þetta er Bansi fyrir Linux notendur. Bansi, ok, engin notað það. Þegar fyrst maður horfir á þetta Bansi, það er maður tekur til því að það eru svona pínu atriði saman við að þetta er ekki alveg native Linux þegar þú horfir á það. Það er aðeins sem vantar upp á. Svona smá atriði, svona pínu agnósar, en þú veist, Linux-notendur eru ekki picky fólk. Apple-notendur eru picky fólk. Ég hef aldrei hitt picky Linux-notenda. Ef maður getur opnað skilana sína, þá er hann happy camper. Og ég skil það fullkomlega vel. Ég skil ekki af hverju ég er með skil ofan og gluggaumhverfi á Linux-vélina mína, vegna þess að ég keyri bara alltaf skil hvort þið er. Ég er þetta að gera líka á Windows-vélinu minni vegna þess að það keyri bara PowerShell. Ég ger allt í því. Þannig að þetta er bara svona spurning hvernig það lítur á. Fleiri forrit, F-spot. Það verður allir getað teiknað, þannig að það teikna voru líka. Og síðan alltaf Unity 3D. Þannig að þið sjá það, sko, þið getið skrifa hvað sem þið viljið í þessu. Þetta er ekki djók, þetta er alvöru, þetta virkar. Og svona eins og maður segir, þetta er alveg alvöru dót. Þegar þú ert að nota Mono prototype bara beint eða Mono, þá eru svo nokkur atriðan inni sem skipta máli. Jú, þú færð editor, fínan editor sem að þú getur notað og hann er svona, þetta er svona Visual Studio Lookalike. Hann er tiltölulega fínn, þetta er sem að segja, þetta er bara mjög gott að vinna í þessu og allt annað og það sem finnur strax í það er það að sem vantar inn í einn gaur er allt extensibility, þú ert ekki með NuGet, þú ert ekki allt svona dót sem maður er vanur úr Visual Studio er ekki í þessu. En það skiptir svona ekki máli. Maður skrifa bara kóðan sem þeim meginn og portur honum yfir. Þannig þetta er svo sem ekkert mál. Og þess að sjáu þannig er ég með Global Access skrána að opna, sem er bara default skráin eins og kemur þegar maður býr til bara tómt webprojekt. Er þetta að lesa þetta? Ég var bara að sjá það. Nei, það er ekki hægt. Hefði þetta getað aðeins stekla. Hvað gerist þegar Compiler.NET kóða? Hvert fer hann? Hvar er hann keyrður? Er hann keyrður undir bin-mappunniðinni? Er hann compiler eitthvað? Hvert fer hann? Til dæmis eins og ASP.NET. Hvað gerist þegar Compiler ASP.NET kóða? Hún fer undir temporary folderinn náttúrulega eðlilega, undir Windows. Þar fer hún og það er kóðinn keyrður. Hann er ekki keyrður úr bin-directorinn af vefnum sjálfum og af gakkinu. Þannig þegar þú setur upp Mono þá færðu gakk á vélina. Þú getur alveg stilt það hvernig það er sett upp og hvernig það stillist. En ég mæli bara með að nota defaulti. Og þarna inni einmitt átti staðan inni
eða maður getur svona lesið hvað er í þessu og þarna einmitt kemur eins og System.Enterprise Services sem var sem var mjög gaman að sjá vegna þess að það var búið að segja að þetta var deprecated og væri ekkert með og síðan vorum við fullt af hlutum eins og System.Web.Dynamic Data það er búið að porta allir maður sá að það var miklu meir inn í þessu heldur maður umlega hélt og þegar þú ert að debugga í Mono þá farður nákvæmlega sama eins og Windows, þú getur gert alltaf sama það er allir sömu möguleikar þú getur sett þína breakpointa og steppaði gegnum það ég var að viðkynna það, mér finnst það ekki droslega gaman þannig að mér finnst miklu meira gaman að forrita í skilinu minni og ég er endar svo sem að nota nano þarna en manni notar ekkert nano út að forrita þetta er bara svona til að sína skrár og vinna eitthvað smávegis og náttúrulega nota hann í eða eitthvað gáðulegt og hérna sjáum við bara einfallega hérna er ég bara að búa til mjög einfalt forrit og einu sem gerir síðan forriti þar þegar ég tek það og ég pakka því saman og þegar ég pakka því saman með kompilerum þá einfallega tilgrein hvað pakka er að nota og þannig er að nota GTK og það besti í þessu það er það að ef kerinn er góð akkurat eins og á skjánum þá virkar hann ekki, það er villa og það er ein kóklarska virðan sem vinna hana er alveg næsta örsnögt og það sem langar er að snögt að hlaupa í þetta hérna sjá að ég bý til vefþjónustu og keyra hann upp og leið það er komið þá getum við bara keyrt hann upp og þá notum við svo kallað XSP eða 2 sem er þá ný útgáfa henni og ég er aðeins að reyna tíma þannig að ég hlaupa hrætt yfir og það sem ég langar að tala er örsnögt framtíðina Xamarin er svo leið sem þið vilja velja ef þið ætlaði að fara að skrifa eitthvað í Mono og ástæðan einfallega svo að ætla ég tala um þetta sem bara nefna hér og mér langar að kannski slaldar þessu síðu kannski svona rétt aðeins það getur að Android er dálítið lágt hlutfall trúir einhver þessu? Nei þetta er frá 2009 þannig sjá breytingunum sem er orðið fyrir þessa síðu ætti ég að fá borgað eitthvað held ég er að auglýsa það svo mikið en Xamarin er alltaf það sem ættir að velja þér Xamarin Studio og spurningar engin útlendingur salur sem getur spært já, ok, já það gengur alveg ótrúlega vel þú þarftir reyndar að hafa það alveg til hliðsjónar þegar þú skrifa kóðana þú allir að porta honum það eru fullt af hlutum sem þú getur ekki nota ef þú snertir eitthvað á Win32 ef eitthvað sem verður snert á því þá getur ekki portað þeim kóði yfir og fyrir leikjafóritum þá er maður að vera pínu pikki líka hvaða library þú notar þannig að það gengur mjög vel sérstaklega með vefi og hlutaþjónustu Já, ég skal bara senda þangað inn og ef þið hafið einhverja spurningar þá endilega bara sendið á mig tengist við mig genið LinkedIn og ég svara öllum spurningum. Það verða alla glærurnar birtar síðan á vefsíðu Udimessunar. Og að lokum. Það verður að hafa eitt svona Chuck Norris brandara í lokin. Einhvers fyrir spurningar? Heyrðu, takk fyrir mig þá.